Nú ætlum við að halda áfram með tölfræðina og við ætlum að kíkja á línurit. Hér sjáum við línurit sem sýnir fjölda ferðamanna sem komu til Íslands á ákveðnu árabili. Skoðaðu línurit og svaraðu spurningunum. Línuritið segir okkur, hér sjáum við árin, hérna sjáum við fjölda ferðamanna og línan sýnir okkur hvernig þetta hefur breyst. Og ef við reynum að lesa af 2010 þá þetta það bil eða rétt innan við 600.000 manns. Við skulum segja bara 590.000. Þannig reynum við, það getur verið erfitt að lesa þetta mjög nákvæmlega, við reynum okkar besta. Og það sem við í raun gerum, það best að nota reglustiku í þetta. Leggja reglustiku hérna upp að, merkja punktinn, aðeins skakkur hjá mér, og það gert ráð fyrir 2016, þetta áætlun fyrir árið, því að 2016 ekki búið, 1700.000 manns, sem sagt 1,7 milljónir. Það svolítið mikið. Á hvað árabili fjölgunin mest? Sjáðu þið hvenær súlan að hækka mest. Hérna línan, hérna hækkar hún ekkert mjög hratt en svo hækkar hún, sjáðu þið, mest hér. Af því hér súlan eða línan bröttust. Þetta 2015 til 2016. Einhvern tímann fækkun. Hér fjölgunin stöðug en svo eykst fjölgunin. Til þess að það verði fækkun þá þarf línan að liggja niður. Það gerir hún ekki, þess vegna segjum við nei. Hér sjáum við annað línurit sem sýnir verð á flísum eftir fermetrum. Þá sjáum við verðin hér, fjölda fermetra hér og 1 fermetr kostar 2.000, 2 fermetrar kostar 4.000 og svo framvegis. Og við ætlum að lesa hvað kostar 3 fermetrar. Þá nota ég, eins og ég sagði áðan, reglustiku til þess að lesa af þessu svona. Og þeir kosta, samkvæmt þessu, rétt 8.000 krónur. Það kannski ekki alveg rétt hjá mér að 2 kosti 4.000 með áðan, það ekki alveg rétt. En hvað færðu fyrir 10.000? Þá förum við hinum megin frá, byrjum út frá verðinu. Við fáum rúmlega 4, cirka 4,3 fermetra. Svona lesum við þetta. Þetta myndrit mitt nú kannski ekki rosalega nákvæmt en þið sjáuð hvernig við lesum úr þessu. Og það borgar sig í þessar línur sem ég var að draga hér að nota hreinlega reglustiku í þetta. Þetta verður aldrei nákvæmt öðruvísi. Það síðasta. Jónatan mældi hitann heima hjá sér og skráði niðurstöður, teiknaði línurit. Þegar við teiknum svona línurit þá þurfum við alltaf að velta fyrir okkur hvað á hvorum ás. Og það sem að breytast og við erum í raun að mæla alltaf á þessum ás hér. Þannig að hér koma hitinn og hérna klukkan. Og hann byrjar klukkan 8, svo kemur 12, 16, 20 og 24. Aftur þetta nú ekkert rosalega nákvæmt hjá mér. Aðeins að laga þessi strik, hann þessi svona jafnara bil á milli þeirra. Og við gerum kvarða hann nær upp í 12 gráður hjá okkur, þannig að við skulum gera bara 2, 4, 6, 8, 10, 12. Og klukkan 8 þetta 4 gráður, klukkan 12 10 gráður, klukkan 16 þetta 12 gráður, klukkan 20 aftur komið niður í 10 og klukkan 24 niður í 6 gráður.
og svo tengjum við þetta saman. Og fyrsta spurningin var frost nóttina. Þá þurfum við að draga línuna hérna niður, sjáðu. Það að hlýna. Ef við förum aftur eitt bil aftur, því sjáðu, það munar 8 upp í 12 og svo 16, það munar 4 tíma alltaf á milli. Þannig að klukkan 4 nóttina hefur þetta verið svona, og miðnætti, hlýna nú valla eftir miðnætti, þá hefur líklega verið frost, af því að við sjáum línuna stefna hérna niður fyrir 0, þetta eru 0. Þannig að, já, en við getum ekki staðfesta, af því að við sjáum aldrei línuna fara niður fyrir. Hvenær var heitast? Það bara hvenær þetta hæðist uppi. Það hérna klukkan 16:00.